Já, Matti, Haukurum spáð falli. Haukurum hérna í dag. Hvað Fjölmiðlarnir spáðu nú 10. sæti. 10. sæti, þú átti vini í fjölmiðlum líka. Já, ég hef enga þjálfaravini. Þú átti enga þjálfaravini. Nema Hadda, mögulega, og Ísak, sem spáð falli með þér. Já, basically einhverjir sem að fá ekki gig lengur eða spáð fallsæti. Það eru vinir mínir, höldum áfram. Hvernig þú veist, af hverju sér heimurinn þetta svona núna? Ég held að það sé vegna þess að við erum ekki með neina eða kannski svona rosalega fáa sem að hafa nokkuð tíma spilað í úrvalsdeild á Íslandi. Hvorki, ég held að Everett sé svona eini og Hugi fékk svona, þú veist, smjörð við fyrra og kannski einhverjir af yngri strákunum en þú veist, við erum ekki með þessa þekkta stærðir, hvorki íslenska né erlenda. En hvernig líst þér á liðið þitt? Þú veist, ég ætla ekki að ljúga þér, þetta er tíminn sem að við höfum allir fyrir utan kannski, þú veist, topp 3 sem eru með alltaf sama mannskap ár eftir ár, sterkan kjarna. Það erum bara með fullt af ágjum sem við tökum á koddan, en við erum að spila mikið æfingaleikjum og við erum alltaf að bæta okkur æfingaleiki kvöld, vorandi bara lítum ágætlega út þar. Ég held að deildin sé þannig að það eru 3-4 lið sem eru þarna efst og restin þú veist, það geta allir unnið alla, skilur við. Ég held að þetta verði ekki alveg svona mikil þrískipting og kannski í Spáni. Ég held að við munum alveg sjá leikið þar sem að Höttur eða við eða IR tekur einhvern af efri hlutanum og vinnur. Það verður ekki eins og í fyrra þar sem að 2 lið eru fallin í janúar, sko. Já. Tölvuhópinn sem að þú ert með gífurlega mikið af svona yngri sterkum leikmönnum, svona leikmönnum sem eru sterkastir í sínum árgöngum. Ég meina, þau verður með, sko, elstu yngri flokkarnir ykkar strákamegin verða ansi sterkir, eða ekki? Jú, og svo bara, þú veist, er spurning hvenær þeir taka, þú veist, fullorðin skref, þú veist, mun það gerast í leik 1 eða í lok tímabils eða á næsta ári. Þeir eru allir góðir og verða allir einhvern tímann alvöru góðir, en svona það er munur á því að vera efnilegur og duglegur í einhverjum æfingaleikjum eða úlingaflokksleikjum eða yngirlandsliðsleikjum og mæta svo að vinna fullorðin atvinnumannalið og hreyfa nálina. Já. En ég meina þessi leikmenn eins og áður að tala Kristófer Birkir, orðið á göttunum, þú hafa verið að reyna Þórði af Skaganum líka? Já, ég er enda búinn að lána hann aftur. Við erum svona, eins og í ensku úrvalsdeildinni, við sænum unga leikmenn til að lána það svo aftur. Já. En þessi leikmenn, ég meina, við sjáum það væntanlega eitthvað á skýrslu og inn á vellinum, ég veit það. Ég meina, ég er ekki með aðra, sko. Nei. Ég er með Everett 3 atvinnumenn og svo 22 á niður, þannig að þeir þurfa bara að gera eitthvað. Alveg að lokum. Ég talaði við fyrra og þá talaði að vinna alla titla í öllum flokkum. Til ég að fara með mér yfir hvaða titla Haukarnir ætla að vinna í vetur. Í vetur? Já. Ég ætla að vinna bikarmeistaratitilinn í meistaraflokk. Þetta var að vera bikarævintýri í vetur. Já. Og svo ætlum við að vinna úlingaflokk, bikar og Íslandsmeistaratitil. Við ætlum að vinna bikarinn í 12. flokk og svo er Emil Barri að vinna bikar og Íslandsmeistaratitil með kvennaliðið. Kæra þakkir, Matti. Gangi ykkur vel. Takk.